þessu vídeó ætla ég að sýna hvernig á að gera launafærslu í netbókhald. Við veljum í listan hér til vinstri laun og launakeyslur. Þá fáum við yfirlit yfir áður gerðar launakeyslur og veljum að stofna nýja. Tölvan stingur upp á núverandi mánuði og síðasta degi mánaðarins sem bókunardegi. Við þurfum að velja starfsfólk inn í launakeysluna. Annaðhvort getum við valið einn og einn úr þessum lista eða þá getum við valið allt virt starfsfólk. Til að velja allt virt starfsfólk er betra að vera með stofngögnin vel við haldið og eins rétt og mögulegt er. Við fáum hér lista yfir heildarlaunin, fáum útborguð launin, gjöld fyrir launagreiðanda og samtals launakostnað. Ef annar starfsmann á ekki vera í skjalinu getum við eytt honum úr með að ýta á rauðan hnappinn eða þá við getum breytt. Við sjáum launaseðlana eða framsetningu á launaseðlunum hér strax og það getur verið ágætt að lesa það yfir, en ég ætla að breyta í þessu sýnidæmi henni Aurbjörgu og ætla að skrá hér inn á hana tíma í næturvinnu. Set 36 tíma á hana leið og ég breyti forsendunum. Þá kemur það fram í niðurstöðunum hérna hægra megin á skjánum. Þá er næturvinnan komin inn í og orlof reiknast ofan á næturvinnuna og sé það að þetta er svona rétt rúmlega 300.000 sem bætist við launin fyrir næturvinnuna. Hér er svo aftur sundurliðan á staðgreiðslunni og þau gjöld sem þarf að greiða. Launaseðillinn hann er vistaður sjálfkrafa eða forsendurnar eru vistaðar sjálfkrafa og það þarf ekki að ýta sérstaklega á vistahnapp. Okkur dugir að fara bara tilbaka hér inn í launakeyslan með að smella á brauðmólan og þá erum við komin tilbaka og ef við erum sátt við þau gögn sem við erum að fara að bóka þá bókum við og við það að bóka verður til eitt fjárhagsskjal per launamann og er tenging beint við fjárhagsskjalið hér. Ég ætla að leika mér að því að senda launaseðlana í tölvupósti og þá er launakeyslan afgreidd. Takk fyrir.